Í dag ætla ég að kynna landsákvarðað framlag Íslands gagnvart Parísarsamningnum, annars vegar leiðrétt markmið til ársins 2030 og svo nýtt markmið til ársins 2035. Og í framhaldinu mun ég fara yfir þau forgangsverkefni í loftslagsmálum sem ríkisstjórnin hefur komið sér saman um. Mig langar til þess að byrja á því að fara aðeins yfir það hvers vegna við erum að þessu yfir höfuð. Það velkist nú eiginlega enginn í vafa það lengur á Íslandi að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru raunverulegar og þær eru skaðlegar. Ég held að loftslagsafneitun dagsins í dag sé kannski frekar svona sú hugsun að við séum svo fá, við séum svo lítil hérna, það skiptir nú eiginlega engu máli hvað við gerum. En það skiptir einmitt öllu máli hvað hátekjuríki eins og Ísland gerir og hvernig við nálgumst loftslagsvandann. Ef við hérna, ein ríkasta þjóð í heimi, ætlum ekki að standa okkur í loftslagsmálum, hversu í ósköpunum ættu þá tekjulegri ríki að gera það? Stundum heyrum maður sagt að við hljótum bara geta slakað á, að því við höfum komið svo langt þegar kemur að nýtingu, framleiðslu á grunni endurnýjanlegra orkugjafa. Það hljótum bara að vera komið einhvern veginn hjá okkur. Og það er alveg rétt að við getum verið stolt af þessu hreina orkukerfi sem við höfum byggt upp, en við skulum líka hafa það í huga að við erum með eitt stærsta neysludrifna kolefnisfótsporið í heimi. Við erum með stærsta kolefnisfótsporið á Norðurlöndunum og losun á mann er miklu meiri hérna á Íslandi heldur en gengur og gerist í öðrum Evrópuríkjum. Svo við skulum vera ánægð með það sem við höfum gert vel, en við skulum líka horfast í augu við að við getum gert betur. Og það er ekki einhver ægileg kvöð. Það er fyrst og fremst tækifæri. Að losa minna og binda meira er bara mjög spennandi verkefni. Þetta er samvinnuverkefni og ég held að ef okkur takist að gera þetta vel, þá geti þetta líka þjappað okkur saman sem þjóð. Áhrifin af loftslagsbreytingum að verða sýnilegri og áþreifanlegri með hverju árinu og ég held að sé líka svolítið að renna upp fyrir okkur hérna á Íslandi að við erum ekki í einhverju skjóli. Þetta er ekki bara vandamál þjóða hinum megin á hnettinum, alls ekki. Þvert á móti eru til dæmis að koma fram mjög óhugnanleg gögn og vísbendingar að breytingar á hafstraumum geti gert Ísland óbyggilegt, jafnvel á líftíma okkar eða barnan okkar. Svo við eigum alveg gríðarlega mikið undir því hérna á Íslandi að dregið sér hratt úr losun gróðurhúsalofttegunda og þetta eru sameiginlegir hagsmunir heimsbyggðarinnar allrar. Og góðu fréttirnar eru þær að almenningur veit þetta. Og góðu fréttirnar eru þær að loftslagsmálin eru ekki bara hugðarefni einhverjar háskólaelítu eða einhverja embættismanna. Nei, viðhorfskannanir sýna það trekk í trekk og ég get bara vísað í nýlega könnun eða rannsókn sem birtist í tímaritinu Nature sem byggði á viðhorfskönnun í 125 ríkjum. Það sem kemur bara fram mjög afgerandi stuðningur frá almenningi í öllum þessum ríkjum við það að gripið sé til aðgerða gegn loftslagsbreytingum. Almenningur veit þetta, almenningur kallar eftir aðgerðum og þá verður líka pólitíkin að virkja þennan almannavilja og við sem erum í ábyrgðarhlutverki verðum að standa okkur í stykkinu. Þá held ég að það skipti máli að við byrjum á því að vera algjörlega hreinskilin það hver staðan raunverulega er. Við skulum tala hlutina nákvæmlega eins og þeir eru. Í dag erum við órafjarið í að ná þeim markmiðum sem voru sett í loftslagsmálum fyrir nokkrum árum. Umgjörð loftslagsstjórnsýslu á Íslandi hefur verið veik, markmið Íslands hafa verið óskýr og aðgerðir ómarkvissar. Það hefur ríkt upplýsingaóreiða í málaflokknum, það hefur vantað pólitíska forystu í loftslagsmálum og það hefur orðið ákveðið rof á milli markmiða og yfirlýsinga annars vegar og svo framkvæmdarinnar og aðgerðanna hins vegar. Í fyrsta lagi hefur markmið Íslands að ná kolefnishlutleysi 2040 ekki verið útfært þótt það hafi beinlínis verið bundið í lög árið 2021. Það er ekki fyrr en nú 4 árum eftir að lögin
voru sett sem komin í gang einhver alvöru vinna við að skýra hvað kolefnishlutleysi og hvaða viðmið eru þá lögð til grundvallar. Í öðru lagi þá var það ljóst skömmu áður en ég kom inn í ráðuneytið að ólíkt því sem hafði verið haldið fram, þá telst Ísland ekki formlega hluti af uppgjöri Evrópusambandsins gagnvart Parísarsamningnum og þetta hefur skapað ákveðnar áskoranir þegar kemur að framsetningu loftslagsmarkmiða Íslands og umræðu þau. En þetta breytir hins vegar engu það að Ísland og verður í nánu samstarfi við Evrópusambandið innan Evrópska efnahagssvæðisins regluverkið sem við notum til þess að ná niður losun. Og í Evrópusamstarfinu fáum við úthlutað 41% samdráttarmarkmiði í samfélagslosun fyrir 2030 miðað við árið 2005. Staðan er hins vegar svo að miðað við bráðabirgðatölur ársins 2024 þá erum við bara búin að ná 7,9% samdrætti frá árinu 2005. Þannig að við eigum langt í land og losun í öllum bókhaldsflokkum jókst í fyrra, þannig að óbreyttu þá stefnir í að við þurfum að kaupa losunarheimildir fyrir að minnstakosti 11 milljarða króna vegna tímabilsins 2021 til 2030. Þetta er það sem útreikningar umhverfis- og orkustofnunar segja okkur. Þannig að ný ríkisstjórn tekur við erfiðu búi í loftslagsmálum og það komin tími á tiltekt í þessum málaflokki, sem nákvæmlega það sem við höfum verið að gera undanfarna mánuði. Hér í ráðuneytinu hefur farið fram mjög umfangsmikil greiningarvinna sem miðar að því að ná betur utan stöðuna og varða leiðina áfram og ég vil þakka kærlega umhverfis- og orkustofnun og landi og skógi og loftslagsráði fyrir samstarfið í þessu verkefni og auðvitað sérfræðingunum hér í ráðuneytinu. Það alveg ljóst að til þess að ná árangri á næstu árum þá þurfum við nýja nálgun og ný vinnubrögð í loftslagsmálum, nýju loftslagslögin sem við höfum verið að vinna að og kynntum drög að í samráðsgátt, þau miða einmitt að þessu, að skapa umgjörð sem tryggir að loftslagsaðgerðir komist hratt til framkvæmda, að tryggja betri verkaskiptingu, við þurfum að forgangsraða aðgerðum, við þurfum að stytta boðleiðir og auðvitað skýra betur hver markmiðin okkar eru. Og það nú kannski stóra spurningin hér í dag og ástæða þess að ég boða til þessa blaðamannafundar. Hvert viljum við stefna? Hvert á framlag okkar til ársins 2035 samkvæmt Parísarsamningnum að vera? Mín nálgun er þessi. Ég legg áherslu á að við setjum okkar eigin markmið. Ég legg til að við setjum okkur markmið sem taka til allrar losunar, að við nálgumst loftslagsmálin með heildrænum hætti frekar en að hengja okkur utan í Evrópusambandið. Og planið sem ég legg til og set inn í samráðsgáttina til kynningar í dag er þetta. Í fyrsta lagi vil ég að við tökum landnotkunar þáttinn alvarlega. Þó það nú væri. Þetta svo risastór hluti af losun Íslands. Ég legg til að við setjum okkur í fyrsta skipti tölulegt markmið samdrátt í losun frá landi sem verði 400 til 500.000 tonn fyrir 2035 miðað við árið í ár. Í öðru lagi þá vil ég að við stefnum markvisst að samdrætti í losun í ETS-kerfinu. Það gerum við með stuðningi við þróun á tæknilausnum til föngunar, hagnýtingar og förgunar koltvísýrings. Síðast en ekki síst þá verðum við að gera betur í samfélagslosuninni. Eins og ég nefndi áðan þá leiðir það af samstarfi okkar við Evrópusambandið að það lítur út fyrir að við þurfum að stefna 41% samdrætti fyrir 2030 í samfélagslosun. Nú eru öll ríkin í kringum okkur að uppfæra sín markmið og stefna að stórauknum metnaði fyrir 2035. Og við hér á Íslandi, við hljótum að vilja skipa okkur í flokk þeirra ríkja sem þrýsta á að dregið sé rækilega úr losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. En við verðum samt líka að staldra við og læra af reynslunni. Við megum ekki gera þau mistök að spenna bogann of hátt með uppsprengdum loforðum sem aldrei verða efnd. Við þurfum að vera raunsæ. En raunsæið má heldur ekki bera fegurðina ofurliði. Við þurfum líka að geta horft framan í börnin okkar og barnabörnin okkar. Þannig þetta ákveðin jafnvægislist. Við verðum að leggja upp með
markmið sem eru í senn trúverðug og framkvæmanleg, en við viljum líka að þau séu krefjandi. En ef markmiðið er innan seilingar en krefst átaks, þá held ég að við getum sameinast sem þjóð í að ná því. Og til þess að ná markmiðum okkar í samfélagslosun og þegar kemur að hinum bókhaldsflokkunum, þá þurfum við að gefa í og grípa til miklu markvissari aðgerða sem ég fer yfir hér á eftir. En það sem ég legg til að við miðum við þegar kemur að samfélagslosuninni, og þetta er tillaga sem kemur inn á samráðsgátt í dag, ég legg til að við stefnum að 50 til 55% samdrætti í samfélagslosun fyrir árið 2035. Ég tel að í því felist gott jafnvægi milli raunsæis og svona ákveðna jarðtengingar annars vegar og svo hins vegar metnaðar. Ríkisstjórnin hefur komið sér saman forgangsverkefni í loftslagsmálum sem verður fylgt eftir þvert á stjórnsýsluna, og þetta eru, í samræmi við það sem ég hef farið yfir hér þegar kemur að markmiðunum sjálfum, þá eru þetta aðgerðir sem taka til allra 3 bókhaldsflokkana. Nákvæm útfærsla á þessum markmiðum, á þessum aðgerðum á auðvitað eftir að slípast til í þéttu samstarfi milli ráðuneytanna og við hagaðila auðvitað í samráði við þá á næstu mánuðum. En við erum sammála það hver stóru verkefnin eru og í samræmi við það verklag sem nýju loftslagslögin gera ráð fyrir, þá munum við skipa framkvæmda hópa til þess að fylgja þessum aðgerðum eftir þvert á stjórnsýsluna. Við ætlum að fara loksins af alvöru krafti í endurheimt votlendis og vistkerfa. Þetta er uppáhaldsaðgerð mín, af því þarna erum við að slá svo margar flugur í einu höggi. Í fyrsta lagi er það einfaldlega þannig að endurheimt votlendis er einhver hagkvæmasta loftslagsaðgerð sem hægt er að framkvæma á Íslandi ef við horfum bara á samdrátt í losun sem fæst fyrir hverja krónu. Í öðru lagi þá er endurheimt votlendis og hnignaðra vistkerfa grundvallaratriði til þess að verja og styðja við líffræðilega fjölbreytni sem er einmitt áherslumál þessarar ríkisstjórnar eins og kemur fram í stjórnarsáttmála. Og í þriðja lagi þá styður endurheimt votlendis við aðlögun að loftslagsbreytingum. Þannig að þetta er bæði mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum og aðlögunaraðgerð til þess að laga okkur að þeim breytingum sem þegar eru að verða. Það styrkir þanþol vistkerfa og þetta vinnur gegn náttúruvá, þurrkum, flóðum og síðast en ekki síst þá er þetta aðgerð sem safnar saman fuglum himinsins. Það snýst kræklótta birkiskóga, það snýst óðinshana. Þetta er ekki bara loftslagsmál, heldur líka umhverfismál og náttúruverndarmál. Og við nálgumst þetta verkefni meðal annars með markvissu átaki á ríkisjörðum og hér erum við þegar komin vel á veg, af því ég lagði áherslu á þetta strax þegar ég kom inn í ráðuneytið, að Land og skógur og Framkvæmdasýslan ríkiseignir færa af stað í að kortleggja möguleikana til endurheimtar á ríkisjörðum og þjóðlendum. Og í gær fékk ég nú einmitt í hendur skýrslu frá þessum stofnunum sem tekur á þessu og greining á þessum möguleikum. Þetta er gríðarlega spennandi, en það er alveg ljóst að til þess að þetta verkefni gangi upp, þá þurfum við líka að gera það sama og við höfum til dæmis verið að gera í orkumálunum. Við þurfum að ryðja burt hindrunum, við þurfum að liðka fyrir framkvæmdum, einfalda regluverk, leyfisferla, greiða úr flækjum í skipulagsmálum, skipulagsferlinu. Svo þurfum við að virkja einkafjármagn, virkja bændur, virkja sveitarfélög. Þetta er samvinnuverkefni eins og allt annað. En ég legg áherslu á að ríkið fari hratt af stað og ryðji þannig brautina. Og ég verð reyndar að viðurkenna að jafnvel þótt þessar aðgerðir skiluðu nákvæmlega engum loftslagsávinningi, þá myndi ég sem umhverfisráðherra samt tala fyrir þeim, því þetta er grundvallarmál fyrir náttúruna og fyrir líffræðilegan fjölbreytileika. Svo er það samfélagslosunin. Og þar eru það vegasamgöngurnar og landbúnaðurinn sem eru með mestu losunina. Og forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar markast af því við ætlum okkur að hraða orkuskiptum í samgöngum. Við ætlum að gera það með sanngjörnum hætti og í anda kröfunar réttlát umskipti.
Losunartölurnar fyrir 2024, þessar bráðabirgðatölur umhverfis- og orkustofnunar voru vonbrigði, en góðu fréttirnar eru samt þær að þrátt fyrir að umferð aukist og bílum fjölgi þá dróst losun frá vegasamgöngum lítillega saman í fyrra. Þannig að einhverju leyti erum við hérna að stefna í rétta átt. Almenningur er til í rafbíla, en vandinn er fyrst og fremst sá að okkur hefur ekki tekist að gera það að svona normi að ferðamenn á Íslandi leigi og keyri á rafbíl. Og þetta er risahindrun vegna þess að bílaleigur kaupa helming allra nýskráðra bíla á Íslandi og samsetningin á eftirmarkaði ræðst algerlega af þeirra kauphegðun. Í dag eru hlutföllin svona: 55% nýrra bíla sem einstaklingar og fyrirtæki kaupa eru rafbílar, en 8% nýrra bíla sem bílaleigur kaupa eru rafbílar. 70% af þeim ganga fyrir bensín eða dísil. Og við skulum bara tala algjörlega hreint út. Við getum ekkert náð markmiðum okkar rafbílavæðingu nema ferðamenn og bílaleigufyrirtæki komi með okkur af krafti í þetta verkefni, og nú verður farið markvisst í þá vinnu. Þar lít ég svo á að hlutverk stjórnvalda sé fyrst og fremst tvíþætt, annars vegar að kortleggja og stappa í götin í hleðslunetinu allt land. Hvar eru skallablettirnir, hvernig er staðan á helstu ferðamannastöðum? Hleðslunetið hefur auðvitað tekið stakkaskiptum á undanförnum árum, en það er ennþá göt sem þarf að fylla í, og þar munum við beita loftslags- og orkusjóði af krafti. Hitt hlutverk stjórnvalda í þessum efnum verður að styðja við markaðsátak sem hefur það markmiði að breyta kúltúrnum, breyta viðhorfunum, markaðsetja Ísland sem sjálfbært ferðamannaland, þar sem er einfaldlega ætlast til þess að ferðamenn leigi og keyri á rafbíl eða nýti aðra vistvæna ferðamáta, sem er nú ekki síður mikilvægt, og það spilar auðvitað saman við markmið okkar að bæta almenningssamgöngur milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur og í dreifbíla almennt. Eðli máls samkvæmt er þetta allt saman sem ég var að fara yfir samvinnuverkefni milli okkar og atvinnuvegaráðuneytisins, að einhverju leyti líka innanríkisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins, milli stjórnvalda og atvinnulífsins, og ég veit að bílaleigufyrirtækin og ferðaþjónustan munu koma með okkur í þetta verkefni. Þetta snýst réttlát umskipti, að við breytum hratt samsetningu bíla á eftirmarkaði þannig að tekjulægri hópum sé ekki ýtt út í það að vera alltaf á bensín eða díselbíl með tilheyrandi eldsneytiskostnaði. Rafbílavæðingin á ekki bara að vera fyrir efnameiri hópana, það gengur ekki. Og nú erum við einmitt að undirbúa átak sem lýtur að stuðningi gegnum loftslags- og orkusjóð við uppsetningu hleðslustöðva við fjölbíli. Þannig það er margt spennandi í gangi í þessum efnum. Svo er það líka bara þannig að stundum kemur tæknin okkur þægilega óvart og hlutirnir þróast hraðar en við héldum. Fyrir örfáum árum þótti til dæmis fjarstæðukennt að rafvæða þungaflutninga í stórum stíl. En þróunin er að verða hröð þarna, og nú eru bæði rafknúnir sendiferðabílar og flutningabílar komnir út í umferðina. Þar þarf enn að bæta í, og loftslags- og orkusjóður styður nú þegar við kaup á slíkum bílum, en við þurfum meiri fyrirsjáanleika í þetta. Þetta þarf að gerast hnökralaust. Við þurfum aukinn skýrleika og fyrirsjáanleika í þennan stuðning, og við erum að fara núna að vinna markvisst að því í samstarfi við Umhverfis- og orkustofnun og atvinnulífið. Og þetta kallar auðvitað líka á styrkingu flutningskerfis og dreifikerfis raforku allt land og harmonerar við það sem við erum að gera í orkumálunum. En við rafvæðum ekki bílaflotan á einum degi. Við þurfum líka að fara fleiri leiðir til þess að vinna hraðar gegn losun frá samgöngum, og hér getur íblöndun og hertar íblöndunarkröfur með lífeldsneyti eða öðrum endurnýjanlegum orkugjöfum skilað mjög miklum árangri hratt. Við eigum ágætis stýritæki í lögum sem þarf að beita með markvissari hætti, með kröfum til söluaðila eldsneytis hærra hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa af seldri orku. Þarna skiptir fyrirsjáanleiki miklu máli fyrir innflytjendur eldsneytisins, og ég ætla að leggja fram frumvarp í vor sem tekur á þessu. Það er á þingmálaskrá, en þetta er þá í rauninni bara til þess að brúa bilið. Það er rafvæðingin sem er framtíðin. Hún er 100% íslensk og miklu orku nýtnari heldur en íblöndun nokkuð tíman. Hin stóra aðgerðin okkar í samfélagslosun
lýtur að landbúnaði. Ég fór áðan yfir verkefni sem lúta að endurheimt votlendis- og vistkerfa, landgræðslu, skógrækt og það þá losun sem heyrir til landnotkunar hlutans, LULUCF, og þar munu bændur gegna lykilhlutverki og ég mjög ánægður með að finna svona ákveðna eftirvæntingu hjá bændum sem ég tala við og hjá samtökum bænda fyrir þessum verkefnum. En samstarfið við bændur mun ekki síður lúta að því að draga úr losun sem heyrir undir samfélagslosunarflokkin, frá dýrunum sjálfum og frá búrekstrinum, frá þeim tækjum sem eru nýtt í landbúnaði, áburðarnotkun og svo framvegis. Og það hægt að skila mjög miklum samdrætti í losun með því að draga úr áburðarnotkun án þess að það hafi beinlínis áhrif á magn framleiðslunar. Og sóknarfærin í landbúnaði eru gríðarleg. Þannig hægt að ná alls konar loftslagsávinningi hratt og góðu fréttirnar eru þær að sá ávinningur felur oft leið í sér beinan fjárhagslegan ávinning fyrir bændastéttina. Í vor fól ég Loftslags- og orkusjóði að veita garðyrkjubændum sérstakan fjárfestingarstuðning í þágu bættrar orkunýtni og orkusparnaðar, meðal annars til kaupa á LED-lýsingu. Við úthlutuðum 118 milljónum til 10 verkefna. Umhverfis- og orkustofnun hefur áætlað að orkusparnaðurinn sem hlýst af þessu sé allt að 8,3 gígavattstundir sem jafngildir árlegri raforkunotkun 2700 rafbíla. Og ef við leikum okkur nú aðeins og bætum ofan á þetta þeim orkusparnaði sem áætlaður vegna verkefnisins jarðhiti jafnar leikinn, sem snýst stuðning við jarðhitarannsóknir og hitaveituvæðingu allt land, þá eru allar líkur á því að við séum að losa þarna og koma inn á kerfið raforku sem á við það sem 30.000 rafbílar nota á hverju ári. Og allt þetta á við svona meðalstóra vatnsaflsvirkjun. Ég held að þetta sé svona það bil það sama og heildarframleiðsla orkubúsins á Vestfjörðum. Þannig að við sjáum bara hvað þarna hægt fyrir, þetta eru nokkur 100 milljónir á ári sem við erum að tala hérna, hvað hægt að ná gríðarlegum orkusparnaði og komast þannig hjá miklu dýrari framkvæmdum, til dæmis við nýjar virkjanir með tilheyrandi umhverfisraski. En þetta nú bara svona útúrdúr. Ég vildi í rauninni bara undirstrika hvað þetta gott módel til þess að ná árangri að beita loftslags- og orkusjóði með þessum hætti. Við höfum þegar sýnt fram á það og nú ætlum við að endurtaka leikinn með markvissum fjárfestingarstuðningi í landbúnaði til að styrkja bændur, meðal annars til að rannsaka þörf á áburði svo rétt magn sé borið á, eins að styrkja kaup á tækjum til þess sem kallað nákvæmnisdreifing áburðar, þar sem hver skiki lands fær nákvæmlega þann áburð sem þarf. Það svo margt svona sem hægt að gera, þar sem ávinningurinn umtalsverður og það nú eitt af því sem greining KPMG fyrir á árinu sýndi okkur að þarna má vænta gríðarlegs loftslagsávinnings. Og þetta líka fjölþættur ávinningur, þetta ekki bara loftslagsávinningur. Þetta minnkandi losun, þetta rekstrarsparnaður fyrir bændur og svo þetta betri meðferð á takmörkuðum auðlindum og minni vistkerfisröskun. Þannig að þetta snýst ekki bara loftslagið, þetta snýst líka framleiðni, fæðuöryggi og verðmætasköpun. Svo það losunin í ETS-kerfinu, þetta stóriðjan, millilandaflugið og fleira. Og hér erum við auðvitað hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins, þar sem stefnt að 62% samdrætti í losun fyrir árið 2030. Ég held að það sé, og mér finnst það röng nálgun að láta eins og þessi losun komi einhvern veginn Ísland ekki við, eða fari bara niður sjálfkrafa. Því loftslagið spyr ekkert það í hvaða bókhaldsflokki gróðurhúsalofttegundir eru bókfærðar. Og góðu fréttirnar eru líka þær að það eru gríðarleg sóknarfæri og viðskiptatækifæri fólgin í því að draga úr þessari losun og þangað eru löndin í kringum okkur í auknum mæli að stefna með þróun tækni til þess að fanga, farga og jafnvel hagnýta kolefnið. Það hafa ótrúlegir hlutir gerst hérna á Íslandi í þessum efnum. Við þróun tæknilausna á þessu sviði og þarna eru mikil tækifæri til samvinnu við önnur ríki. Og
Og ég tel þess vegna tímabært að við gerum eins og til dæmis Danir og Norðmenn hafa verið að gera, þar sem stjórnvöld stíga inn og styðja markvisst við nýsköpun og þróun lausna á þessu sviði. Þess vegna erum við núna að undirbúa sérstakt kall úr loftslags- og orkusjóði þar sem við styðjum við rannsóknir og þróun sem miðar að því að fanga, farga og hagnýta losun frá iðnaði. Og í því sambandi þurfum við líka að tryggja að regluverkið styðji við þessa starfsemi. Við höfum þegar tekið að skarið með ákveðnum reglugerðarbreytingum í vor þar sem kolefnisgeymslu í jörðu var markaður skýrari rammi. Og fyrir öll þessi verkefni sem ég hef farið hérna yfir þá setjum við af stað framkvæmda hópa sem vinna þá þvert á stjórnkerfið og eiga í nánu samtali við haghafa útfærsluna, innleiðingu og eftirfylgni aðgerða. Kæru áheyrendur, ég sagði þegar ég tók við ráðherraembætti að áherslur ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum myndu styðja við byggðaþróun all land og styðja við atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun. Ég tel að þær áherslur sem ég hef kynnt hér í dag séu í fullkomnu samræmi við þetta. Þær eru í samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar sjálfbæran hagvöxt, þar sem við klippum á fylgnina, þar sem við klippum á sambandið milli efnahagsumsvifa og kolefnislosunar. Þetta er verkefnið. Loftslagsmál krefja okkur framtíðarsýn. Þetta er málaflokkur sem kallar á að við hugsum stórt. Þetta er málaflokkur sem kallar á að við hugsum langt fram í tíman í 10, 20, 50, 100 og 200 árum. Það hefur vantað pólitíska forystu í loftslagsmálum. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur mun veita slíka forystu. Við setjum markið hátt en við höldum líka í jarðtenginguna, við ætlum líka að vera raunsæ og ég sem ráðherra ætla að taka ábyrgð á þessum málaflokki, taka ábyrgð á því að við vinnum þessi stóru verkefni sem ég hef farið hérna yfir. Það kallar á samhæfingu og samvinnu. Við þurfum líka að tala meira þessi mál og ég hlakka til að gera það og hitta mörg ykkar á umhverfisþingi núna eftir helgi, þar sem við tökum fyrstu skrefin í að móta loftslagsstefnu fyrir Ísland. Samtalið er mikilvægt en við vitum líka að orðin ein kom okkur ekki á leiðarenda. Það er kominn tími til að láta verkin tala. Takk fyrir.